Ja, komið í sæl. Ég set bæjarstjórnarfund sveitarfélagsins Voga nr. 175 settan. Ég ætla að leita afbrigða á fundinum að setja mál dagskrá fundargerð skipulagsnefndar nr. 20. Það samþykkt? Það samþykkt. Það verður þá mál nr. 4. En fyrsta mál á dagskrá fundargerð bæjarráðs sveitarfélagsins Voga nr. 320. Orðið laust. Jóngeir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og ágætu áhorfendur í þetta skipti. Ég ætla að byrja á því að ræða hér mál 1.1 sem á dagskránni, sem ályktun bæjarráðs byggðarráðs sveitarfélagsins Skagafjarðar sem var sett okkur til kynningar. Það kom þannig í ljós að á þessum fundi að þegar við lásum í gegnum þetta að ég og fulltrúi D-listans við vorum sammála því að taka undir þessa bókun. Nú til þess að þessi bókun verði nú í þessari fundargerð og allir geti lesið hana þannig að það sé verið að vita hvað við vorum að gera. Þá ætla ég að leggja fram ákveðna bókun ásamt þessari ályktun byggðarráðs. Þannig að hún komi inn þannig að fólk viti hvað við vorum að samþykkja eða taka undir. Og það eins og ég orða þetta svo, eins og kemur fram í fundargerð bæjarráðs nr. 320 tók áheyrnarfulltrúi L-listans ásamt fulltrúa D-listans undir bókun byggðarráðs sveitarfélagsins Skagafjarðar sem lögð var fram til kynningar á fundinum. Meiri hluti E-listans í bæjarráði kaus að gera það ekki. Ég tel rétt að sú bókun byggðarráðs Skagafjarðar sem við tókum undir sé birt hér í fundargerð og skora bæjarstjórn sveitarfélagsins Voga að taka undir þessa bókun eins og óskar í lok hennar. Ég ætla að hér í þessu framhaldi að óska eftir því að fá að lesa þessa áskorun þannig að öllum sé ljóst hvað máli fjallar um. Og þegar hún hljóðar svo: á 941. fundi byggðarráðs sveitarfélagsins Skagafjarðar þann 24. nóvember 2020 var eftirfarandi bókað. Áskorun á Reykjavíkurborg. Byggðarráð sveitarfélagsins Skagafjarðar harmar þá stöðu sem uppi komin í málefnum jöfnunarsjóðs sveitarfélaga. Reykjavíkurborg virðist ætla að halda til streitu kröfu á jöfnunarsjóði upp á 8,7 milljarða króna fyrir meint vangoldin framlög úr sjóðnum. Þessari kröfu hefur þegar verið hafnað af hálfu ríkisins. Ljóst hins vegar að muni krafan ná fram að ganga þá eru það sveitarfélögin í landinu gegnum jöfnunarsjóð sem á endanum munu greiða kröfuna í formi skertra framlaga til þeirra eins og fyrri kröfur sem lent hafa á sjóðnum. Með því ljóst að fjárhagsleg framtíð sveitarfélaga í landinu er í uppnámi svo og framtíð þessi jöfnunarkerfi sem hingað til hefur verið sátt á meðal sveitarfélaga landsins. Mörg sveitarfélög treysta miklu leyti á framlög jöfnunarsjóðs til að sinna þeim fjölmörgu verkefnum sem þeim eru falin og því ljóst að skerðingin á framlögum til þeirra í gegnum jöfnunarkerfið mun gera mörgum sveitarfélögum ókleift að sinna þessum verkefnum. Það mun leiða til þess að þjónusta við íbúana mun skerðast verulega frá því nú er. Flest sveitarfélög landsins takast nú á við mjög erfiða fjárhagsstöðu á árinu 2020 og jafnframt flestum þeirra mikil áskorun að ná endum saman við gerð fjárhagsáætlana fyrir árið 2021. Nái krafa höfuðborgar Íslands sem byggð hefur verið upp að hálfu ríkisins og skattborgarna alls sem miðstöð stjórnsýslu, menningar, íþrótt og lista fram að ganga ljóst að rekstur sveitarfélaga landsins í uppnámi komandi framtíð. Byggðarráð sveitarfélagsins Skagafjarðar skorar á Reykjavíkurborg að draga kröfu sína tilbaka og leita annarar leiða gagnvart ríkisvaldinu til að ná fram þeirri leiðréttingu sem borgin til að eiga rétt á í gegnum jöfnunarsjóð sveitarfélagana og þar með gagnvart sveitarfélögum í landinu með ófyrirséðum afleiðingum fyrir sveitarfélögin íbúa þeirra. Og svo kemur setningin: byggðarráð skorar jafnframt á önnur sveitarfélög landsins að taka undir bókunina og gera sinn. Þetta vildum við taka undir. Ég ætla ekki að hafa fleiri orð þetta sinni, en ég ætla að taka fyrir annan lið sem sem núna liður
1.3. Þar er til dæmis talað atvinnuleysið og þar séu hér á atvinnuleysisskrá í sveitarfélaginu Vogu 111 einstaklingar og 17 skráðar hlutabætur, samtals 128 manns. Við þetta hafa bæst frá því að þetta var gert 3 einstaklingar á atvinnuskrá, þannig að hér er á atvinnuskrá 114 manns. Það er ekki gott. Það er náttúrulega bara mjög slæmt og hér er náttúrulega atvinnuleysi þá með þessu öllu saman cirka 15%. Það er að vísu ekki slæmt eins og hérna í nágrannabyggð okkar Reykjanesbæ það sem er 22–23%. En nógu slæmt er það samt. Ekki meira það. Síðan ætlaði ég að taka undir hér 1.5 og ég ætla að bóka þess við þennan lið eins og mín er von og vísa. Málið það að þessi Hafnagata 101 áður frystihúsi Vogar. Þarna var fjallað bréf frá Særúnu Jónsdóttur þar sem að hún leggur til í þeim starfshóp sveitarfélags málefni sem þegar hefur verið skipað verið einnig skiparhópinn aðili sem þekki bygginguna, það er að segja gamla frystihúsi þarna sem að faðir hennar byggði og rak langa tíð fengi að fylgjast með og kannski kæmi að taka þátt í þessum hóp. Afgreiðslan var í bæjarráðinu og þakkar henni erindið og þær hugmyndir sem þar koma fram. Efni bréfsins verður tekið umfjölluna þegar starfshópurinn kemur saman. Ég ætla að bóka við þetta, óskætti því, að ég ítreka bóku mína frá síðasta bæjarstjórnarfundi varðandi mál Hafnagötu 101 og til að rétt skuli að taka tillit til þeirra sjónarmið sem komið fram í bréfi Særúnu Jónsdóttur varðandi framtíðarskipulag á þessum byggingarreit. Máli mínu lokið að sinni. Takk. Takk fyrir það, Jón Geir. Bergur, þú beðum orðið, gjörðu svo vel. Virðulegur forseti, ég verð að bregðast aðeins við. Jón Geir, takk fyrir framsögu þína. Hafnagata 101 starfshópur. Það er gott að þú skulle koma hér upp í beinni útsendingu og hvetja til hluti, en þú veist að þú hefur tillögurétt líka á bæjarráðsfundum. Ég hef nú sagt þér þetta nokkuð sem áður og núna bara er það sagt svo allir heyri. Auðvitað verið að kalla þér að borðinu þeir sem einhverja hagsmuni hafa og meira vit heldur en þeir sem í þessum starfshóp sitja. Nú, ég má hins vegar til, fyrst og síðast, að skýra afstöðu okkar varðandi bókun byggðaráðs sveitarfélagsins Skagafjarðar. Við lítum svo á að jafnvel þó að þetta kom okkur við að því leitunni til að þetta geti haft áhrif á afkomu jöfnunarsjóðs og getu hans til þess að greiða út, þá er það eiginlega ekki okkar að segja við sveitarfélög, hvort sem að þau heita Reykjavík eða eitthvað annað, ekki gera það sem ykkur þykir rétt. Ef á þeim var brotið, því skyldu þá ekki fá það sem þeim ber. Það er bara einhvern veginn þannig. Ég er hræddur að það myndi nú hvína í tálknunum á fleirum en mér í þessari bæjarstjórn ef að sveitarfélagi Skagafjörður eða Reykjavík ætla að hafa einhverja skoðun á því hvort að við mættum ekki færi mál til þess að verja okkar hagsmuni ef við teldum á okkur brotið. Þetta er nú eiginlega ástæðan fyrir því að við í E-listanum tókum ekki undir þessa bókun er einfaldlega það að jafnvel þó að þetta kom okkur við að því leitinu til okkur ekki vænt jöfnunarsjóð og viljum styrka hann sem mestan, að þá er það ekki okkar. Það er bara ekki okkar að segja Reykjavíkurborg eða öðrum sveitarfélögum til það hvort við að sækja rétt sem telju þau á sér brotið. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bergur. Orðið er ennþá laust. Sem vilja taka til máls. Ekki fleiri sem vilja taka til máls. Þá legg ég þessa fundargerð fram til samþykktar. Þessi samþykki hana vissilega skefmerki og hún er samþykkt samhljóða. Annað mál á dagskrá er fundargerð bæjarráðs einnig nr. 321. Þetta var vinnufundur bæjarráðs og orðið er laust. Ykkur við taka til máls og sem ekki mikið að segja við honum. Að vinna við fjárhagsáætlun. Ekki séu taka til máls þeir sem samþykja þessa fundargerð vissilega skefmerki og hún er samþykkt samhljóða.
Þriðja mál á dagskrá fundargerð frístundar menningarnefndar sveitarfélagsins Voga, fundargerð númer 91 og orðið laust. Jón Geir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, það sem ég rak nú augun í þessari ágætu fundargerð 3.2 var það sem hefur fyrirsögn að 13. gleði 2021. Og það náttúrulega nú þegar vitað að það verður ekki raunhæft að halda en áramótabrennu og verður ekki. Það verður öllum líkindum ekki hátíð á 13. Og þá lagði nefndin til að hér vegleg flugeldasýning sem væri hægt að halda óháð fjárlagðarmörkum. Ég bara vildi með formlegum hætti, eins og þið segja nú ágæti menn, að bæta við og bóka við þennan lið og segja hér, þar sem ekki verður áramótabrenna í ár og líklega ekki heldur skemmtum fyrir börn í Voganum á 13. sem hefði fyrir, því tekið undir óskir frístundar menningarnefndar sem leggur til að haldin verði vegleg flugeldasýning á 13. sem gæti verið börnum og fullorðnum til yndisauka. Svo mörg þau orð. Takk. Takk fyrir þetta, Jón Geir. Orðið ennþá laust. Ekki fleiri sem vilja taka til máls. Það segir í þessari fundargerð varðandi 13. skemmtun, ef ég man rétt. Nefndin telur að miðað við núverandi fjöldatakmarkanir sem ekki séð fyrir endan á, sé ekki raunhæft að halda áramótabrennu. Nefndin leggur til að haldin verði hátíð á 13. í staðinn og þá yrði hátíðahöld fyrir börnin samkvæmt þeim samkomu takmörkunum sem þá kunna að verða og einnig verða haldin vegleg flugeldasýning en hana hægt að halda óháð fjöldatakmörkunum. Nefndin minnir á að áður hefur verið rætt vilja nefndarinnar til að endurvekja 13. skemmtun og vill nefndin ítrekka að svo verði þó það verði hugsanlega ekki hægt í þetta sinn. Ég algjörlega sammála þessari bókun og niðurstöðu frístundar menningarnefndar og ég fel bara embættismönnum okkar að framfylgja því ef það verður hægt þegar að kemur að 13. Ykkur sem við taka til máls undir þessum lið eða breyta þessu. Svo ekki, þá legg ég til bara þeir sem samþykkja þessa fundargerð, þeir gefur merki og hún samþykkt samhljóða. Fjórða mál á dagskrá þá skipulagsnefnd eða fundargerð skipulagsnefndar, fundargerð númer 20 og þetta auka mál sem við settum á dagskrá áðan og þeir eru búin að fá gögnin ef orðið laust við þessa fundargerð. Ef ykkur vil taka til máls. Svo ekki, þá legg ég þessa fundargerð fram til samþykktar, þeir sem samþykkja hana við þess að gefa merki og hún samþykkt samhljóða. Þá komum við að 5. máli sem fjárhagsáætlun sveitarfélagsins Voga 2021-2024 og síðari umræða og áður en að ég gef orðið laust við fjárhagsáætlun, þá ætla ég að gefa bæjarstjóra orðið sem ætlar að fara aðeins yfir fjárhagsáætlunina. Ásgeir, gjörðu svo vel. Herra forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Eins og fram hefur komið að þá nú lögð fram til síðari umræðu og afgreiðslu fjárhagsáætlun áranna 2021 til 2024 og fyrri umræða fór fram á fundi bæjarstjórnar í lok nóvember. Ég ætla að rétta stikla á stóru hér og svona því helsta sem að svona til þess að nefna í þessu sambandi. Ég finna þetta skjal hérna, augnablik.
Það er óhætt að segja það að fjárhagsáætlun að þessu sinni er afgreidd með talsvert mikill óvissu og það er mun meiri vinna sem að þar að leiðandi hefur legið að baki vinnunni við það að koma þessari áætlun heim og saman og það hafa aldrei sést jafn erfiðar rekstrartölur og fjárhagsstöðutölur í rekstri sveitafélagsins, að minnsta ekki þau 9 ár sem ég hef komið að þessu verkefni hér sem framkvæmdastjóri sveitafélagsins og það þarf auðvitað engum að koma það á óvart í ljósi þess ástand sem að ríkir hér í samfélaginu og það er þeim afleiðingum sem að veirufaraldurinn hefur haft á starfsemi meðal annars sveitafélaga og við heyrum það einmitt núna í fréttum mjög víða héðan og þaðan af landinu að hver sveitastjórn á fætur annarri er að leggja fram sínar fjárhagsáætlanir og það er sammerkt með þeim að heita má öllum að það er mikið, það blasa við miklir erfiðleikar og það mun reyna mjög á rekstrarhæfið og það mun jafnframt vera ástandi þjaka talsvert mikilli óvissu. En við vinnslu þessar áætlana sem endranær hefur auðvitað verið tekið mið af þeim forsendum sem við höfum aðgang að, það er þjóðhagsspá, spár viðskiptabankana sem að þeir gefa út hver á sínum stað. Við höfum minnisblöð og ráðleggingar og upplýsingar frá hagdeild Sambands íslenskra sveitafélaga sem að aðstoða okkur mikið eða hjálpar okkur mikið í því að fá fram svona réttar forsendur. Og við reiðum okkur í þessu sveitafélagi talsvert mikið á tekjur frá jöfnunarsjóði, auk útsvarstekna og fasteigna skattatekna og við styðjumst í tekjuáætlun jöfnunarsjóðs sem að birtist við tekjuáætlun jöfnunarsjóðs sem að birtist á vef þeirra og hún hefur verið að taka breytingum meðan á áætlunarvinnunni hefur staðið sem sýnir einmitt hversu kvikt þetta er og breytilegt. Jöfnunarsjóðurinn er í raun bein afleiðing af útsvarstekjustofnunum í landinu þannig að það hefur sambærileg áhrif, það er að segja að þegar útsvarstekjur draga saman að þá draga saman framlag til jöfnunarsjóðs og fyrir þau sveitafélög eins og til að mynda okkar sveitafélag sem hefur hlutfallslega nokkuð hátt hlutfall sína tekna það bil þriðjungur af tekjum sveitafélagsins Voga kemur sem framlög jöfnunarsjóðs og þá slær samdráttur þar okkur verð heldur en kannski að öðru leyti. Nú sveitafélagið hefur jafnframt ákveðið á fundi sínum við framlagningu áætlunarinnar til fyrri umræðu að halda óbreyttri útsvarsprósentu áfram og það er hámarksútsvar sem lagt er á hér samkvæmt lögum og eru langflest sveitafélög í landinu að leggja þá prósentu á. Við erum jafnframt búin að stilla af og í vinnu bæjarráðs sem að ég ætla að nota tækifærið og taka fyrir gott samstarf á vettvangi bæjarráðs sem að hefur haldið utan þessa vinnu að miklu myndaskap og það hefur reynt mikið á, verið margir fundir og mikið vinnu ála á bæjarráðinu að þessu sinni. Þar hefur einmitt verið talsvert fjallað álagningu fasteignaskatts og annarra fasteignagjalda sem að mynda fasteignagjöldin í heild sinni og að þessu sinni þá mun álagningastofnin á næsta ári, álagningastofnin þar að segja fasteignamatið lækka á milli ára sem þýðir það að miðað við óbreytt álagningar hlutfall þá myndu tekjurnar draga saman en það hefur verið við þessu sama aðferð og undanfarin ára, það hefur svona verið stillt inn á hóflega hækkun milli ára þannig að þegar að fasteignamatsstofnin hefur hækkað þá hefur álagningarprósentin verið lækkuð. Nú fer þetta í hina áttina og þá verður örlítil lagfæring upp á við á álagningarstofni til fasteignagjalda. Ekki það nú mikið samt sem áður. En þetta kemur þá þannig út að heildar álagning fasteignagjaldana allra á milli ára er svona nokkurn veginn að fylgja verðlagsþróun. Við gáum okkur þær forsendur líka að almenn verðlagsbreyting á milli ára
yrði 3% og gjaldskrá sem hér verður einnig tekin til afgreiðslu og samþykktar í dag fyrir næsta ár hún miðast sem sagt við þessi 3%, þessi 3% viðmið. Nú nokkur orð fjárfestingaáætlun. Það mikilvægt að halda því til haga að þrátt fyrir erfiðleika í rekstri að þá ætlar sveitarfélagið að ekki að slá af í fjárfestingum og það hafa verið bæði eindregin tilmæli frá bæði vettvangi Sambands íslenskra sveitarfélaga og ríkisvaldsins að það sé mikilvægt nú á þessum erfiðu tímum að leggja sitt af mörkum og halda upp atvinnustiginu með því að standa vel að framkvæmdum og það munum við gera hér. Það er líka þannig að það er nauðsynlegt að ráðast í þær framkvæmdir sem að hér verða teknar inn á áætlun næsta árs og næstu ára. Ég nefni nú sérstaklega í þessu sambandi 2 stórar fjárfestingar sem að við munum ráðast í á árinu 2021 sem annars vegar virkjun nýs vatnsbóls sem að hefur staðið til lengi að gera og ráðast í. Upphaflega stóð til að þetta vatnsból hefði átt að taka í notkun samkvæmt ákvæðum aðalskipulags sveitarfélagsins mitt kjörtímabil sem var árið 2018, þannig að við erum komið svona 2-3 ár á eftir áætlun við það, en það eru nú svona ýmsar ástæður sem skýra það. En nú sem sagt búið að taka frá fjármuni og veita fé í þetta verkefni og gert ráð fyrir því að nýtt vatnsból fyrir neysluvatn sveitarfélagsins verði virkjað og tekið í notkun á næsta ári. Að sama skapi við að ráðast í gerð nýs fráveitukerfis fyrir nýjasta hverfið sem hér að hefjast, sem að uppbygging að hefjast við á næstu árum og þegar hafin reyndar en fyrstu húsin koma til með að rísa á næsta ári í Grænuborg. Og það kallar skyldur sveitarfélagsins eru þær að sjá því hverfi fyrir fráveitukerfi auk vatnsveitu og það hvoru tveggja inn á fjárhagsáætlun fyrir næsta ár. Með þessum myndarlegu fjárfestingum sem eru auðvitað báðar þessar sem hér hafa verið nefndar nauðsynlega til þess að geta haldið áfram að byggja hér upp og styðja við innviða uppbygginguna og takast á við aukin íbúafjölda og fleiri nýjar íbúðir sem eftir að bætast við, að þá þetta þrátt fyrir allt líka arðbær fjárfesting og tryggir okkur lámars öryggi hvað varðar gæði eins og hreint vatn og fullkomna fráveitu. Nú ýmsar fleira fjárfestingar eru ráðgerðar á næsta ári. Ég nefni til að mynda loka frágangur á miðbæjarsvæði þar sem verður ráðist í að ljúka við gerð á lagningu gangstétta og gangstíga og kantsteina og almennan frágang á því hverfi, græn svæði og svo framvegis. Og síðan einnig hugað að nokkru leyti að áframhaldandi gerð göngustíga. Það verður ráðist í framkvæmdir við að núna strax eftir áramót að lóbreytti ef veður leyfir að þá verður hafist handa við verk sem átt að vera í framkvæmd á þessu ári en fer inn á næsta ár og lagning göngu og hjólreiðastígs milli Voga og Brunnastaðahverfis. Nú það ljóst að hallarekstur og mikla fjárfestingar kalla á auknar lántökur og við munum þess vegna gera ráð fyrir því að þurfa að taka á 700 milljón króna eða nánar tiltekið 560 milljónir króna að láni á næsta ári til þess að fjármagna þennan tímabundna hallarekstur pluss þær fjárfestingar sem ráðist verður í sem að heildinni til 350 milljónir króna og þar að auki þurfum við að eiga þá handbært fé í sjóði til að geta þá mætt sveiflum í rekstri og hugsanlegum breyttum forsendum. Í lokin vil ég bara láta þess getið og það mikilvægt að halda því til haga að þótt að útlitið á þessari rekstraráætlun okkar fyrir næsta ár sé dökkt að þá þetta eigi að síður áætlun sem að eiginlega svo svartsýnasta. Ég held að það sé óhætt að fullyrða það að hún verði ekki daprari eða það megi ekki reikna með meiri áföllum en hins vegar hefur ríkisvaldið boðað aðgerðir til stuðnings sveitarstjórnarstiginu. Þær aðgerðir hafa ekki enn verið útferðar og þar af leiðandi höfum við ekki geta gert ráð fyrir neinum tekjum af þeim aðgerðum
og það væri kannski frekar óábyrgt af okkur að fara að skjóta út í loftið á einhverja tölur, heldur kjósum við þá frekar að eiga þar borð fyrir báru og geta þó gert viðauka til þess að gera ráð fyrir því sem að þar kann að koma fram. Og ég vek athygli á því að það er ekki bara aðgerðir ríkisvaldsins sem að eru þá boðaði fyrir næsta ár, heldur er líka verið að bíða eftir útfærslu á þeim aðgerðum sem að ríkisvaldið hefur ákveðið að ráðast í fyrir lok þessa árs. Og ég átti einmitt samtal við starfsmann samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins nú fyrr í vikunni og ráðgjafarnefnd Jöfnunarsjóðs kemur einmitt saman til fundar á morgun fimmtudag og mun þar taka afstöðu til ráðstöfunar á þeirri aðstoð eða þeim fjárveitingum sem að settar hafa verið inn núna upp á síðkastið. Og þá munum við frétta af því fyrir jól, geri ég ráð fyrir hvort að við fáum einhver einspýtingu í okkar rekstur sem ég geri nú frekar ráð fyrir, vegna þess að það er alveg ljóst að tekjufall okkar í ár hefur verið að mörgu leyti meira hlutfallslega heldur en hjá fjölda mörgum öðrum sveitarfélögum. Og ég minni bara á það líka að leið og það kemur svona einspýting, að þá hjálpar það auðvitað ástandinu ekki bara núna í ár, heldur hefur áhrif á til að mynda sjóðstöðuna á næsta ári og léttir þar alveg undir fjárþörfina sem því nemur. Og ég tala svo ef það kæmi síðan áfram ef það kæmi svo áfram framlög úr þessum björgunaraðgerðum til okkar á næsta ári. Nú veirufaraldurinn sem að öllu þessu veldur, það er lausn á því óláni öllu í augsýn. Við þurfum auðvitað eins og allir halda til haga í samfélagsumræðinu núna að þrauka þetta til enda og það verður auðvitað bara mjög mikilvægt að viðspyrnan geti hafið sem allra fyrst og við vitum það auðvitað hér á þessu svæði það sem að eins og fram hefur komið hér fyrr á fundinum að það sem að atvinnuleysi er hlutfallslega hærra heldur en annars staðar víða á landinu, að við erum mjög háðir ferðaþjónustunni en mörg störf sem að horfið hafa eru í þeirri atvinnugrein. Þannig að leið og faraldurinn tekur að hillundir lok hans og ferðaþjónustan fer að lifna við aftur, þá leifum við okkur að vera vongóð það að það hjarni fljótt við líka og fólk komist fljótt og aftur vel í vinnu og hjól atvinnulífsins takja snúast og búa þá til þann grundvöll sem okkur er svo mikilvægt til þess að geta starfað eðlilega. Þetta nú svona þess að helsta sem ég vildi fara yfir hér og ég ítrekka bara áður ég lík málu mínu mikilvægi þess fyrir okkur öll að þrátt fyrir dökkt útlit og svartsýna áætlun að halda nú í vonina og vera bjartsýn af því að það er alveg ljóst að rekstur þessa sveitarfélags hefur nú bara mörg undanfarin ár gengið alveg prýðilega. Við erum til skamms tíma búin að vera að skila okkar rekstrarniðurstöðu með ágætis árangri og höfum bara haft yfirleitt smá svona afgang á hverju ári og verið réttu með við strikið og mín von er svo að við getum komist fljótt aftur á þann stað. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Ásgeir. Nú ætla ég að segja bara orðið laust við umræðu fjárhagsáætlunar. Bergur, þú ert búin að biðja um orðið. Gjörðu svo vel, Björn, þú ert svo næstur og Jón Geir. Já, virðulegur forseti. Það er nú byrjað því að þakka Ásgeiri fyrir góða yfirferð á stöðunni og áætluninni og svona kannski aðeins framtíðinni. Ég ætla nú líka að færa sérstaklega þakkir til félaga minna og okkar í bæjarráði. Það er rétt hjá Ásgeiri, það hefur verið miklar og langar yfirlegur yfir þessu. Við höfum haldið marga mislanga fundi, suma í raunheimum og suma í tölvunni, sem maður segir, og ég vil nú segja það að raunheimafundirnir eru nú alltaf skemmtilegri. Nú, já, þetta er dapurt og það eina sem að slægir á depurðina er einhvern veginn að vita við erum ekki eini í þessari súpu og ég held nú að
að við vinnum okkur fljótt og vel upp úr þessu þegar að hlutinni fara að gerast aftur. Þetta er, hvernig ég hef orðað þetta eiginlega, þetta er vont, en í þessari áætlun sem er lögð fram er samt sem áður það er engin uppgjöf. Það er ekkert verið að pakka saman og fara í vörn. Það skal haldið áfram og það skal haldið áfram að byggja upp. Og það kannski skýtur skökku við að þessi ár sem að við höfum verið við í meirihluta hér í E-listanum, þá höfum við byggt upp, við höfum byggt upp götu eða 2 á hverju ári, við byggðum upp miðbæjarsvæðið þar sem að alla lóðir eru fráteknar og sumt er fullt af fólki flutt inn og það er mjög jákvætt og gott og alltaf erum við að gera eitthvað og við ætlum ekki að hætta. Og í þessari fjárhagsáætlun þá er lántöku heimild, en ég minna á það að við ætlum á næsta ári að framkvæma fyrir ykkur 350 milljónir, sem er nú bara dægigóður peningur og eins og ég segi, engin uppgjöf, höldum við áfram og bara styrkjum þetta sveitarfélag til lengri tíma. Eitt af því sem við vildum gjarnan er náttúrulega að sjá grænu byggðina byggjast upp, við viljum kannski fara á næsta ári, það er í framkvæmdaáætluninni gert ráð fyrir því að byrja hönnunarvinnu á nýjum hverfum í þorpinum til þess að styrkja grundvöll rekstrar sveitarfélagsins. Við þurfum fleira fólk til þess að þetta sé styrkari stoðir í rekstrinum. Nú, jafnvel þó við þurfum að taka lán, að þá verðum við samt undir skuldaviðmiði sem að gefur út í reglugerð. Jafnvel þó að ef ég skildi nú rétt að þá sé búið að taka þær reglugerðir úr sambandi að það sé ekkert skuldaviðmið lengur eða heldur hafa litið framhjá því þó að sveitarfélag fari upp fyrir skuldahlutföll og skuldaviðmið. En mér sýnist einhvern veginn að við verðum nú undir þeim lykiltölum þrátt fyrir allt. Nú, Ásgeir kom inn á fasteignagjöldin, en við sem sagt reiknum með einhverju verðlagi hérna sem er bara eitthvað sem við verðum að gera. Ég man ekki hvort það var 3% hérna sem við reiknum í verðlagsþróun, en hins vegar þá lendum við í því núna, lendum ekkert í því, það sem gerist er það að fasteignamat í sveitarfélaginu fer niður 5,3%. Við höfum til þessa hagrætt fasteigna skattsprósentinu á móti breytingum á fasteignamati. Þannig að þegar fasteignamat hefur rokið upp 10%, þá höfum við lækkað fasteigna skattsprósentuna þannig að hækkunin verður ekkit meira heldur en bara verðlagið. Núna lendum við hins vegar í því að fasteignamatið lækkar. Og þá segjum við, fínt, þá bara höldum við þessu prinsippi og hækkum fasteigna skattsprósentuna. En hins vegar gerðum við ekki þannig að við héldum einu sinni í verðlagsþróun. Af því að fasteigna skatturinn sjálfur, hann er eiginlega á sömu krónutölu og hann var fyrir breytingu. Og það sem að má heldur ekki gleyma er það eru önnur gjöld sem miða við fasteignamat og það er fráveita og holræsu og þess háttar. Við ákváðum það að hreyfa ekki við þeim gjöldum. Þannig að þegar að fólk greiðir nú fasteignagjöldin sín, sem eru þá skatturinn og gjöldin sem þar er innu, sorpbyrða, sorpeyðing og fráveita og vatn og hvað það alltaf heitir, að þá er krónutölu lækkun 3%. Þannig að það er ekki þannig að við séum að taka meira heldur en við erum ekki að taka eins mikið við gætum, ekki bara orða það þannig. Og við segjum bara 3% lækkun á fasteignagjöldunum og það náttúrulega kemur ekki síst til af því að við vitum að það er ekki allstaðar gott í ári. Já, ég segi ekki meira að þessu sinni. Takk. Takk fyrir þetta, Bergur. Björn, við beðum orðið, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Já, ég vil þakka Ásgeiri fyrir góða yfirferð á fjárhagsáætluninni og hann fór vel yfir þetta og svo sem ekkert mjög margt í það að bæta.
Hún er náttúrulega alls ekki neinn skemmtilesning, þessi fjárhagsáætlun eins og hún er lögð fram þetta núna og það er eiginlega harkalegt að sjá hvernig ástandið er hitt fyrir okkar sveitarfélag og það er forsendur sem lagt var upp með þegar þessi fjárhagsáætlun síðast ár var gerð hafa brugðist. En eins og komið hefur nú hérna fram þá erum við nú aldeilis ekkert eini í þessari súpu. Þetta kemur niður á flestu sveitarfélögum landsins, mismikið, en í okkar tilfelli er þetta ekki gott. Aðeins að bregðast við sem Beggi var að segja hérna á hann, eða Bergur, hann var ekki að vera formlegur. Það var Beggi samt. Hann kom inn á framkvæmdirnar sem að verið er að fara í, sem að náttúrulega helst nú að það var vatnsbólunni og fráveitunni við Grænuborgina. Þetta eru mikli peningar sem fara í þetta og við styðjum það. Nú hann kom líka inn á það að hér er búið að framkvæma eina að 2 götur á hverju ári og fara í miðbæðisvæðið. Við höfum alltaf til stutt þessa framkvæmdi líka, svo það kom bara fram. Þetta eru mikla lántökur sem þarf að fara í, 350 milljónir held ég í framkvæmdir og svo í rekstur. Þetta er eins og Ásgeir kom inn á 560 milljónir og við erum einhvers staðar rétt að dansa við þetta 150% skuldaviðmið ef að það væri í gangi, en það er svo sem bara ekkert annað að ræða og maður bindur vonir við það sem Ásgeir var að tala hérna áðan, þessi fundur sem var nú að með skilti á ríkinu bara í dag og að okkur verið komið til hjálpar með einhverjum greiðslum á nýju ári. En það þýðir alls ekkert að hengja haus. Aðeins að kannski fasteignaskattinu líka, þegar komið nú hérna til umræðu þá hefðu við viljað halda fasteignaprósentinu óbreyttri. Þetta er svo sem ekki stóra tölur. Ég skil rökin sem að E-listinn færi fram í þessu máli, að fara bæði svona fram og aftur með þetta. En þetta eru 3 milljónir sem að í það heila munar með þessari breytingu á skattprósentunni og ég held að í þessu árferði líka hefðu bara verið allt í lagi að leyfa íbúðum að njóta þess að borga aðeins minni fasteignaskatt. En ég ætla svo sem ekki að hafa mikið fleiri orð um þetta, en ég er hérna með bókun við þessa fjárhagsáætlun sem að D-listinn leggur fram og ég ætla að lesa hana og kem svo til með að senda hana bara í tölvupósti þegar ég er komin í sæti. Ekki hefur árað vel fyrir sveitarfélagið Voga á þessu ári. Sú fjárhagsáætlun sem lagt var upp með fyrir árið 2020 var fljótlega óraunhæf og upplegg sem lagt var upp með rann út í sandinn. Utanaðkomandi aðstæður sem allir þekkja gerðu það að verkum að tekjur lækkuðu samfara auknu atvinnuleysi, framlög jöfnunarsjóðs fóru niður á meðan útgjöld stórjukust. Ber þar helst að nefna félagsþjónustuna en framlög til hennar fóru langt fram úr því sem reiknað hafði verið með. Ástandið er alvarlegt og farið hefur verið í lántökur á árinu og fyrirséð er á næsta ári þarf að taka stór lán bæði til reksturs og framkvæmda. Árið 2021 lítur ekki vel út en hægt er að binda vonir við að viðsnúningur geti orðið þegar líða tekur árið. D-listinn lagði að venju sínar tillögur fram á haustmánuðum og hafa þær fengið góðan hljómgrunn í vinnu við áætlunina og til að mynda verður aukið félagt í kynningamál fyrir sveitarfélagið og er fyrir að fara í samráð við almannatengil í þeim efnum. Í 3 ára áætlun er gert ráð fyrir fjármagn í deiliskipulag og gatnagerð fyrir ný hverfi sem er mjög mikilvægt og ætti að vera stefna sveitarfélagsins að eiga alltaf lausar lóðir til úthlutunar. Grænuborgarhverfið er að byrja að rísa og með fjölgun íbúa á komandi árum, bæði þar og annars staðar í bænum, koma útsvars- og fasteignagjöld til með að skila sér í meiri tekjum fyrir bæjarsjóð og gera þar á ekstra einingu sem þessi bæri er hagkvæmari til framtíðar. Og vissulega kom það til með að taka í við innviðaruppbyggingu á meðan að vöxturinn á sér stað. Leita verður allra leiða til að gera reksturinn hér hagkvæmari og munum við fulltrúar D-listans ekki láta okkar eftir liggja í þeirri vinnu. Við kjósum að reyna að horfa björtum augum til framtíðar og bundum vonir við að yfirferð ársreiknings fyrir 2021 munum sjá betri útkomu á árinu en við sjáum fram á með þessari fjárhagsáætlun. Bæjarfulltrúar D-listans þakka starfsmönnum sveitarfélagsins, bæjarfulltrúum E-lista, bæjarfulltrúa L-listans, samstarfið við gerð fjárhagsáætlun 2021. Takk fyrir þetta, Björn. Jón Geir, þú beðið um orðið, gjörðu svo vel.
Forseti, bæjarfulltrúar, ég ætla að fara nokkur ára aftur í tíman. Ég ætla að fara eiginlega aftur til 1,5 kjörtímabil, því að það er það kjörtímabil sem að E-listin er búin að ríkja hér. Eftir samstarf L- og H-lista 3 ár þar á undan. Ég held að við höfum á þeim tíma skilað af okkur alveg ágætis búi árið 2014 og það hefur bara haldið áfram 2014 til 2018 að þetta hafi svona gengið bara nokkuð vel því þetta var alltaf aðeins í plús. Og við mögum ekki gleyma því að það var góðæri mikið í þjóðfélaginu á þessum árum, hagvöxtur, lítið atvinnuleysi og bara eiginlega það sem við getum sagt, það var ekkert svona sem átti að trufla okkur neitt voðalega mikið. En því miður þá endist það nú ekki. Í lok ársins 2018 þá var staðan mjög fín. En 2019 þá fór svona heldur að halla undan. Og við höfum ekki gleyma því að við vorum með miklu vonbrigðum með útkomu ársins 2019 sem var hallarekstur. Jú, hverju var það að kenna? Og 2020 er ennþá verra. Jú, það er þessum ágæta jöfnunarsjóði sem að við höfum náttúrulega byggt svolítið á, en það er svolítið að byggja á sandi að vera að byggja þar. Því að það er engu að treysta. Það kom nefnilega í ljós árið 2020 að tekjur okkar úr jöfnunarsjóðunum voru 68 milljónum minna í síðastliðið vor þegar við vorum að skoða þetta, heldur en við höfðum áætlað og búist við. Og það er náttúrulega bara alveg hreint. Það eru mikli peningar. Nú, árið í ár, það er náttúrulega fordæmalaust ár með veirufaraldri, óáran, atvinnuleysi, hvarf ferðamanna, hvarf eiginlega heillar greinar sem margir hafa stutt sig við hér í þessu sveitafélagi. En hverjir hafa farið verst út úr þessu? Hverjir eru þeir sem hafa fyrst og fremst orðið fyrir barðinu á atvinnuleysinu? Það eru ungt fólk í fyrsta lagi. Það er erlendir ríkisborgarar í öðru lagi og það eru konur í þriðja. Þetta er nýkomið út úr könnun sem hefur verið unnin af hópi hagfræðinga, ASÍ, PHM, BSRB og fleiri sem var að rýna í stöðuna. Auðvitað vonum við þið besta, en þessir hópar fólks eru fyrst og fremst í vanda. Hvernig eigum við að bjarga þeim og koma þeim kannski til starfa aftur? Það er ákveðin vandi. Og eins og ég sagði áðan, þá eru hér 114 manns sem eru á þessari ágætu atvinnuleysisskrá, fá vonandi einhverja smá aðstoð þar, en auðvitað er betra að vera í vinnu og fá aðeins meira. Atvinnuleysisbætur eru náttúrulega ekkit full laun, það vitum við, og verða það sennilega seint. Hvort sem að við erum að tala um grunnbætur eða tekjutengdar atvinnuleysisbætur sem eru 70% af launum, að hámarki í alltaf 6 mánuði. Nú, þessi ágæta áætlun, ef maður horfir á rekstrarreikning samantekið A og B hluti, jú, hvenær er ljósið í myrkrinu? Ljósið í myrkrinu er mitt næsta kjörtímabil sveitastjórnar hér. 2024, þá er samkvæmt þessari áætlun komin plús á sveitasjóð. Ekki fyrr. Það var nú margir í gegnum tíðina verið að tala um að ég sé eitt sá svartsýnasti sem komi hér upp í þetta ræðupúlt og hafi alltaf verið mjög svartsýnn og talað mjög svartsýnt. Ég ætla bara að rifja það upp hvað svartsýnn ég var síðasta vor þegar þetta byrjaði allt saman, þessi faraldur. Ég sagði, þetta verður allavega ekki á þess ári, tæplega á næsta ári.
Og ég var náttúrulega bara uppnefndur líka við svartsýnisgaurinn út af þessu, en ég held að þetta sé bara því miður og mér þykir það náttúrulega ekkert skemmtilegt. Ég sagði, ég vona að þetta verði ekki svona og ég held að þetta verði ekki svona. En við náttúrulega erum fyrst og fremst að tala tekjuflæðið hinga inn. Tekjuflæðið hinga inn er náttúrulega það að þetta fólk sem hér fari í vinnu. Þannig að því setja haga haldið. Þó að það sé komin þessi sprauta hérna og allir hérna á Íslandi verið sprautaðir og þeir verið ekki veikir, þá er heimskreppa. Það er heimskreppa. Það er veruleg heimskreppa og tekjur fólks allstaðar hafa dregist saman. Þannig að ég ætla að halda áfram, þó ég sé afskaplega leiðinlegur, að vera þessi svartsýnismaður að segja þetta mun taka sinn tíma rétta úr kútnum. Að þessir ágætu einstaklingar sem við viljum náttúrulega fá sem flesta hingað og þeir eyði sem mestu hérna komi í einhverju magni og skapi hér atvinnu, þeir muni gera það einhverju leyti, en ég held að þetta muni taka svolítið tíma rétt úr kútnum. Nú, það má kannski segja að þetta sé svona fordæmalaus lántaka hér í þessu sveitafélagi, en auðvitað verðum við einhvern veginn að bjarga málunum, við verðum einhvern veginn að halda upp í því sem við erum að gera hérna og ég held að í þessari ágætu umræðu sem við höfum átt saman í þessu bæjaráði, þá höfum við verið svona nokkuð sammála um það að halda svona velferðinni á lofti, að hjálpa þeim sem að minna mega sín og ég held að það hefði enginn verið að hugsa neitt öðruvísi. Ég minnist þess allavega ekki. Ég held að við séum allir velþengjandi á þennan hátt að við viljum gera þess sem að minna mega sín og eiga eitthvað erfitt, gera þeim eitthvað. Og þá ég náttúrulega að tala um þessa sem að við erum að, og það kannski við súpum svolítið segið af því að þegar að atvinnuleysis bæturnar kannski hætta, þá lendum við í því að fá þetta fólk inn á félagsaðstoð. Síðan líka annar hópur sem að lendir inn á félagsaðstoð og sem að mun kosta okkur og þetta er bara hlutur sem að við verðum að gera vegna þess að þetta eitthvað sem að bara okkar skylda að í raun og veru brauðfæða þá sem að mjög illa eru settir. Það ungt fólk. Það fólk sem á lítinn rétt, kannski til atvinnuleysisbóta. Kannski hefur ekkert verið að vinna, kannski svona hálf í skóla, en þó ekki í skóla í alvöru, hefur kannski flosnað upp. Nú það nú einmitt rætt mikið þunglyndi núna og það muni hafa slæma áhrif og þó að sé verið að vinna þessu hörðum höndum allstaðar. Nú, það settar í þessari ágætu fjárhagsáætlun. Þá náttúrulega settir ákveðin fjármunir aðeins svona til þess að mýkja þetta. Og ég veit það að við D-listin vorum alveg á því að það ætti að gera eitthvað skemmtilegt fyrir börnin og það verður keyptur æslabelgur og settur upp næsta ári upp frá og það alveg, og menn féllast á það að auðvitað væri þetta bara besta hugmynd og auðvitað hefur þetta að gera eitthvað fyrir börnin. En svo náttúrulega höfum við talað um aðra hluti og þetta hef ég minnst á áður, það þetta að auðvitað þurfa börnin komast almennilega í skólan og svona og án þess að keyrt á þau, þannig að þar umferðarmál, það verður eitthvað lagað þar. Nú síðan það þessir eldri borgarar sem hér eru og eitla fólk með lága tekjur sem á fasteign. Við erum náttúrulega með ákveðið afsláttarkerfi þar, í þetta mun fara heil 1,5 milljón en samkvæmt áætlun. Ég vona að það verði meira sem farið okkar, þó vona ég þess ekki. En ég vona að það komið þeim vel sem að þurfa á því að halda. Og þetta afsláttarkerfi sem í öllum sveitafélögum. Nú, ég held að megi ræða um þessa fjárhagsáætlun í allt kvöld. Vegna þess að það náttúrulega búið að ræða mjög margt í sambandi við hana. En það þessi skuldasöfnun, það það að plúsin kom á miðju næsta kjörtímabili, það svona var svolítið athyglisvert. En auðvitað það ljósið í myrkrinu. Ég ekki að óska þess að verði þá. Ég óska þess að það verði fyrr
Og þið skulum alls ekki horfa á það þannig að ég sé óska þess að þetta verði þarna, heldur ég myndi helst vilja að við myndum bara á næsta ári, allir eru sprautaðir í heiminum og svo myndi bara flykkjast fólk hérna til Íslands, allir hérna fara í vinnu og annað þess að þar. Nú, fjárfestingar eru að sjálfsögðu atvinnuskapandi verkefni og það náttúrulega gott í kreppu að skapa hérna vinnu. Það náttúrulega líka hægt að skapa vinnu ef að sveitarfélagið óskar eftir. Það hefur minnst svona á og sagt mönnum frá að það hægt að ráða náttúrulega atvinnulegt fólkinn til þess að gera einhver ákveðin verkefni og ég rekna með að það verði gert að einhverjum hluta. En það náttúrulega skrifuðu menn undir yfirlýsingu þar að lútandi hér á fundi í Reykjaneshöll. Ég veit að Reykjanesbær hérna búin að ráða 20 manns. Ég heyrði það í ræðu hérna Kjartans bæjarstjóra þar í gær. Ég reikna með að við munum allavega að ráða 1, kannski 2, því það væri svona réttu hlutfalli við stærð. Kannski fleiri. Nú, ég ætla að enda þetta með því að leggja fram bókun, hér eins og aðrir, og hún hljóðar svo. Það hefur komið í ljós við vinnslu fjárhagsáætlunar 2020-2024 að sveitarfélagið Vogar mun eiga í miklum erfiðleikum að standa undir lögbundin verkefni sínum á næstu árum. Tekjur draga saman og kostnaður eykst. Sveitarfélagið mun þurfa að taka lán til þess að ná endum saman. Það lítur því frekar illa út með rekstur sveitarfélagsins og virðist samkvæmt fjárhagsáætlun að langtímaskuldir aukist úr 459 milljónum 2019 í 1.859 milljónir 2024 og skuldahlutfall sveitarfélagsins farur úr 87% í 154%. Þetta í töfluðuna. Ég tel samt að í fjárhagsvinna hafi ágæstlega tekist til við það fordæmalausu aðstæður sem í þjóðfélaginu að verja verkefni tengt börnum í sveitarfélaginu ásamt því að tekið var tillit til tekjulágra og eignalítilla einstaklinga. Og ég vil að lokum þakka bæjarstjóra og bæjarráði samvinnuna við þetta. Máli mínu lokið, takk fyrir. Takk fyrir þetta, Jón Geir. Áshildur, þú beðum orðið, gjörðu svo vel. Forseti, hér mönnum tíðrætt að útlitið sé svart, en ég ætla nú ekki að ræða það, heldur ætla ég að ræða ákveðna jákvæða hluti og þá trú sem að utanaðkomandi aðilar hafa sýnt á þessu sveitarfélagi. Framkom áðan að bæði verður ráðist í gerð vatnsveitu og svo eru ýmsar framkvæmdir tengdar grænu borgarsvæðinu. Það sem má ekki gleymast þegar við ræðum vatnsveitumálin að það er ástæða fyrir því að við ætlum að færa vatnsbólið okkar. Það er ekki bara skipulagslegs eðlis heldur hún tilkomin að því að hér er öflugt fyrirtæki, Stofnfiskur, að fara að ráðast í gríðarlega uppbyggingu. Uppbyggingu upp á 1,5 milljarð króna sem sýnir að fjárfestar þess fyrirtækis hafa gríðarlega trú á þessu sveitarfélagi og því mannlífi sem hér er og að þeir geti verið hér í farsælum rekstri og þetta þýðir auðvitað aukin störf, auknar tekjur fyrir sveitarfélagið og bara ofsalega jákvætt og því bara fagna að svona fyrirtæki vilji vaxa og dafna í okkar sveitarfélagi. Og svo það Grænuborg eða Grænabyggð eins og þeir hafa kallað sig, það mjög jákvætt líka að horfa til þess að þarna eru fjárfestar tilbúnir að taka fjárhagslega áhættu í mikilli uppbyggingu og það gera menn ekki nema þeir hafi trú á samfélaginu þar sem þeir ætla að byggja upp. Þannig ég held að þetta sé nú mjög jákvætt og að þær áskoranir sem við stöndum frammi fyrir núna séu tímabundnar. Gamalt máltæki segir neyðin kennir naktri konu að spinna og ég held að kreppan sé móðir nýsköpunar og góðra hugmynda og hef bara fulla trú á því að þetta sveitarfélag eftir að halda áfram að vaxa og dafna
að hér verði blómlegt mannlíf, að okkur komi til með að fjölga og það sé bjart yfir þessu sveitafélagi. Ég vil þakka félögum okkar sem sitja fyrir hönd E-listans í bæjarráði fyrir að gott samráð við bakland E-listans við gerð þessara fjárhagsáætlunar og jafnframt vil ég þakka minnihlutanum fyrir þessa góðu samvinnu sem að hér hefur ríkt í mörg ár við gerð fjárhagsáætlunar. Sum sveitafélög hafa nú ákveða að blása í lúðra þegar að slík samvinna hefur tekist, en hér hefur þetta alltaf farið hljótt, hún hefur alltaf verið góð og fyrir það ber okkur öllum að vera þakklátt og ég held að í svona þegar að reynir á, þá þetta einmitt svo mikilvægt. Þannig að það kannski ástæðan fyrir því að fólk hefur áhuga að vinna í þessum bæjarmálum hér, að menn snúa bökum saman þegar á reynir. Takk fyrir. Takk fyrir kærlega, Áshildur. Orðið ennþá laust. Við viljum ræða meira fjárhagsáætlun og það ekki. Þá verðum við bara að ganga til atkvæðagreiðslu og ég ætla fyrst að leggja til atkvæðagreiðslu gjaldskrána Sveitarfélagsins Voga fyrir árið 2021. Þeir sem samþykkja gjaldskrána vinsamlegast gefið merki og hún samþykkt samhljóða. Gjaldskrá Sveitarfélagsins fyrir 2021. Og næst þetta bara fjárhagsáætlun. Þeir sem samþykkja fjárhagsáætlun 2021-2024 vinsamlegast gefið merki og hún samþykkt samhljóða. Nú, þá segi ég bara þessu fundi sliti við undirskrift. Takk fyrir það.